Fylltu heimilin af gleði, fylltu göturnar af söng. Sér hver tunga játi Jesú, þinn líður lofar þig. Og frá fjöllum niður í dali hljóminn lofgjörð vor til þín. Og frá jörðu upp til himins hljóminn söngur vor til Láttu ljós þitt lýsa upp myrkrið, við krjúpum við þinn kross. Megi dýrð þín fylla heiminn, líkt og vatnið fyllir sæ. Og frá fjöllum niður í dali hljóminn lofgjörð vor til þín. Og frá jörðu upp til himins hljóminn söngur vor til Halleluja, 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 halleluja. Og frá fjöllum niður í dali hljóminn lofgjörð vor til þín. Frá fjöllum niður í dali hljóminn söngur vor til þín. Komið sæl og velkomin í helgar stundir. Það var hún Anna Bergljót Böðvarsdóttir sem hóf stundina á því að syngja Fylltu heimilin af gleði. Sannarlega orð við hæfi hér í upphafi árs. Að þessu sinni munum við endurnýta eitthvað af þeirri tónlist sem hafa verið á helgum stundum hjá okkur síðasta árið. Og ég vil líka benda ykkur á það hér í upphafi þáttar og í upphafi ársins að kjörið að koma niður í Lindakirkju og sækja sér þennan bækling sem eru biblíulestrar Biblíufélagsins. Hér að finna lestrar áætlun fyrir hvern dag ársins. Og svo hér önnur mjög fín bók sem líka fæst í Lindakirkju. Það lykilorð 2021. Og í lykilorðum stutt biblíuvers fyrir hvern dag vikunar ásamt bæn, speki eða sálmi. Talandi biblíuna, þá ætlum við í þessum þætti, prestar Lindakirkju og tónlistarstjóri,
að segja ykkur frá því hvert okkar uppáhalds biblíuvers En áður en lengra haldið, þá skulum við biðja saman. Góði Guð, við þökkum fyrir náðina þína. Gefðu okkur náð til þess að þiggja þína náð. Amen. Þá ætlar hún Hrefna Hrund Erlingsdóttir að syngja í bljúgri bæn. Gjörðu svo vel. Í bljúgri bæn og þökk til þín sem þekkir mig og verkin mín. Ég leita þín. Já, ég ætla að deila með ykkur uppáhaldsversinu mínu sem kemur úr Galatabréfinu og hljóðar svona: Þreytumst ekki á að gera það sem gott því á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Og ég man því að las þetta bara úlingsárunum að þá höfði þetta mjög sterkt til mín og mér finnst þetta svona ákveðið pepp í þessu. Þreytumst ekki á að gera það sem gott Og svo í skemmtilega sögu sem ég er að deila með ykkur að ég var að vinna í Árbæjarkirkju og kom djákninn þar, ég hef verið svona 19-20 ára og segi: Gunni, getur þú ekki, foreldrafundur, getur þú ekki sagt eitthvað gott vers svona? Og ég segi: Jú, ég var eiginlega illa sofinn, þetta var laugardagsmorgni og illa undirbúinn og voru bara 10-12 foreldrar þarna, voru að fara í einhverja utanlandsferð og unglingarnir þeirra og ég byrja að segja: Já, ég ætla að deila með ykkur versinu mínu og mér vafðist tungum tönn og ég var eitthvað þreyttur og segja að við erum svona að reyna að kenna unglingunum þetta, þreytast ekki á sem gott og ég man bara þegar ég var búinn að tala í svona 1-2 mínútur þá hugsaði ég: Hvað varst að taka þetta af þér? Það er betra að bara sleppa því að fara með Guðsorð en að gera eins og þú gerir það núna. Þetta var hörmulegt og ég var svona miður mín í nokkra daga á eftir. Svo gerist það svona viku seinna, það kemur ein úr hópnum, Íris, og segir, þar sem ég bara labba í hverfinu mín í Árdalsholtinu: Guðni, gott að sjá þig,
versið sem þú sagðir í Biblíunni, getur þú skrifa fyrir mig hvar það er? Ég sagði, nú, út af hverju? Af því að þú sagðir hérna á fundinum og mamma, hún var svo ánægð með það að hún vill fá að vita hvar þetta er og henni langar að skrifa á miða og dreifa þessu til vinkonu sinum þegar það líður illa. Og ég er bara gæsahúð og lærði það eiginlega að orð Guðs ekki þannig að mín frammistaða og hvernig ég er stemdur veltur á því hvort að það nái fram eða ekki. Það veltur fyrst og fremst á því að það er heilagt og ef við ljáum því eyra og erum tilbúin að taka á móti því, að þá virkar það. Því trúi ég. Drottinn minn, til himinn hæða, huga mínum beindu nú, lofstír helgra lífsins fræða, lát mig tigni sannri trú. Hvert mitt ljóð sé lof og tjáning, lífsins á ég stærstu von. Sé í hverri þraut og þjáning, þyrni kringdan Guðs mín son. Mikli lækni lífsins meina, ljúfi Jesú dýr sé þér, vísa mér á veginn eina, vertu ljós í hjarta mér, ljós sem verður, ljós sem nærir, ljós sem hugar myrkrið flýr, ljós sem strengir lífsins bærir, ljós sem har í gleði snýr. Lát mig meðan lífið teynist, lof og náð og kærleik þín, gefa stöðugt frá mig reynist, rétt mér hendi, Jesús minn, þinn við áðar sterkast afinn, styrkur ég á fætur rís. Síðan mun ég miskunn vafinn mæta þér í paradís. Það er erfitt að velja sitt uppáhaldsvers einhvern veginn, eins og velja sitt uppáhaldslag. Það fer svolítið eftir tíma og hvernig aðstæður eru. En það fyrsta sem kom upp í huga minn þegar ég ætti að velja mitt uppáhaldsvers, það var versið úr Jesaja 53. Það hefur svolítið sérstaka þýðingu fyrir mig, sérstaklega æskuminningar. Pabbi minn las þetta vers alltaf fyrir mig að mjög oft þegar ég fór að sofa á kvöldin. Og svo bjó hann til stórt spjald, svona kartóni, þar sem hann skrifaði þetta vers upp. Og svo sett hann eyðið þar sem var, en hann var særður vegna vorra synda, þá mátti ég segja minna synda, eða Óskars synda, og við settum nafnið mitt inn þarna. Og þetta er svona búið að greipast í huga minn. Ég ætla að lesa þetta vers, eða 2 vers úr Jesaja 53.
En hann var særður vegna vorra synda, kraminn vegna vorra misgjörða. Honum var refsað svo að við fengjum frið og fyrir benjar hans urðu við heilbrigðir. Við fórum allir villi vega sem sauðir, héldum hver sína leið, en Drottinn lét synd vor allra koma niður á honum. Það búið að breyta svo aðeins í nýju þýðingunni, þetta var aðeins öðruvísi í minningunni, en sama innihald. Og prófið nú að setja ykkar nafn við, í staðan fyrir vorra synda setja þá vegna minna synda eða vegna óskarsynda, krami vegna óskarsmisgjörða. Það verður þetta svolítið persónulegra og og þetta hefur alla tíð fylgt mér og það var þannig fyrir nokkrum árum síðan, allmörgum reyndar, örugglega hátt í 20 ára, 18 ára síðan, þá ætlaði ég að semja lag, þetta nálgaðist páskana og ég samdi lagið, það var engin texti kominn, lagið hét bara Jesaja 53 og ég lagði lagið í hendurnar á Guðna Einarssyni og bað hann að semja texta við þetta lag og það átti að fjalla þetta vers. Og hann gerði þennan snilda texta og lagið er þetta að finna á YouTube eða Spotify með Kór Lindikirkju. Þannig að þá getið ég hlustað á lagið og heyrt textan. Guð bless ykkur. Hvílíkur friður er Guð gefur yfir hverjum einum sem til hans biður. Gefur þér von, honum má treysta, þú vinur minn veista. Frelsarinn er lífið og sannleikurinn. Hvílíkur friður er Guð gefur yður hverjum einum sem til hans biður. Hann gefur þér von, honum má treysta, þú vinur minn veista. Frelsarinn er lífið og sannleikurinn. Það munu koma tímar því sorgin sækir heim og sálu hjálp virðist ekki að fá. Hlýddu á, hér er svarið, rópa til hans, hann tekur þig að sér. Trúðu mér, hugun og lækning hjá honum þá. Hvílíkur friður er Guð gefur yður hverjum einum sem til hans biður. Hann gefur þér von, honum má treysta, þú vinur minn veista. Frelsarinn er lífið og sannleikurinn. Það munu koma tímar því sorgin sækir heim og sálu hjálp virðist ekki að fá. Hlýddu á, hér er svarið, rópa til hans, hann tekur þig að sér. Trúðu mér, hugun og lækning hjá honum þá. Hvílíkur friður er Guð gefur yður hverjum einum sem til hans biður. Hann gefur þér von, honum má treysta, þú vinur minn veista. Frelsarinn er lífið og sannleikurinn. Frelsarinn er lífið og sannleikurinn. Jesus hann er lífið og sannleikurinn. Uppáhaldsversi mitt vill svo til að er í uppáhaldskaflanum mínum í Biblíunni, 103. Davíðssálmi í Gamla testamentinu. Og það sem að heillaði mig fyrst við hennar sálm var það að hann hefst á svona andvarpi eða lofgjörð sálarinnar. Það er einstaklingur sem er þarna að tala og segir: lofa þú Drottinn sála mín og allt sem í mér er hans heilaga nafn.
Svo heldur það áfram og sá sem er að mæla fram sálminn, hann hugsar þetta stórkostlega sköpunarverk Guðs og þetta svona, ef að litla sálin er pínlítið fiðla, þá endar þetta í einhverju svakalegri symfóníu þar sem að segir hérna: Lofið Drottinn allar hersveitir hans, þjónar hans er framkvæmið vilja hans, lofið Drottinn öll verk hans á hverjum staði í ríki hans. Og svo endar aftur á litlu fiðlunni: Lofa þú Drottinn sála mín. En uppáhaldsversið mitt í þessum uppáhaldssálmi er í rauninni, það fjallar hversu fullkomin fyrirgefning Guðs er. Þar sem er talað að Guð hefur ekki breytt við okkur eftir okkar verkum, heldur svo hár sem himinin er yfir jörðinni, svo voldug er miskunn Guðs og svo langt sem austrið er frá vestrinu, svo langt hefur hann fjarlægt afbrot vor frá oss. Fyrirgefningin er algjör og fullkomin. Og ég hugsaði þegar ég las það fyrst vá, hvar hefst vestrið og hvar endar austrið? Bara Uppáhaldsversið mitt í Biblíunni er úr Filippíbréfinu og er svona: Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Þetta er fyrsta versið sem ég lærði utan að úr Biblíunni, og bæði vegna þess að þetta er stutt og laggott, en líka vegna þess að mér finnst þetta segja allt sem segja þarf. Að Guð er með okkur í öllum aðstæðum og hann gefur okkur styrk. Drottinn blessi þig og varðveiti. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Sínu liti upplyftir yfir þig og gefi þér frið. Drottinn blessi þig og varðveiti. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér